stúlkuna. Áður hafði Nanna Guðbergsdóttir verið valin besta ljósmyndafyrirsætan og Andrea Róbertsdóttir vinsælasta stúlkan, en hún fékk jafnframt verðlaun fyrir fegurstu fótleggina. Brynja Vífilsdóttir lenti í 3. sæti í aðalkeppninni. Guðrún Rut Hreiðarsdóttir var í 2. sæti og mikil spenna ríkti í salnum þegar nafn fegurðardrottningar Íslands var lesið upp. Fegurðardrottning Íslands 1993 heitir Svala Björk Arnardóttir. Fegurðardrottning Íslands býr hér í Garðabænum og hún hafði nóg að gera í dag við að taka á móti blómum og heillaóskaskeytum. Til hamingju! Við erum blómandar. Svala Björk svaf fram eftir í morgun, enda var hún þreytt eftir viðburðaríkan gærdag. Hún gaf sér þó tíma til að skoða upptöku frá keppninni í gærkvöldi þegar hún vaknaði í morgun. Svala er 18 ára og foreldrar hennar eru Örn Bárður Jónsson og Bjarnfríður Jóhannsdóttir. Fegurðardrottning Íslands hefur stundan nám við Fjölbrautaskólann í Garðabæ, en hún er nú í fríi frá námi og sinnir módelstörfum og afgreiðslu. Hvernig var undirbúningi háttað fyrir þessa keppni? Hann var mjög strangur. Við vorum búin að vera í mánuð að æfa í vörklass og gönguæfingar og undirbúningu var mjög mikill og tókst vel. En hvað tekur við hjá þér núna? Næsta ári til dæmis, hefur þetta ekki áhrif á nám og annað slíkt hjá þér? Jú, ég býst við því. Ég er nú bara ekki farin að hugsa svo langt. En veistu hvað tekur við? Já, svona nokkurn veginn. Þetta verður mjög viðburðaríkt ár og mikið að gera. Hvaða álit hefur þú á fegurðarsamkeppni? Nú eru margir sem gagnrýna svona keppnir og finnst það ekki viðeigandi. Hvað finnst þér? Mér finnst, ég myndist hvetja allar stelpur tímalaust til að taka þátt í svona keppni. Af hverju? Bara, maður lærir mikið á þessu og mér finnst ég hafa haft mjög gott af þessu.